geturðu skýrt út úr með fyrsti og þriðji leikluti, þá eru þið bara í leik við þá, en í öðrum og fjórða þá eru þið bara eins og börn í höndunum að þeim. Hvað veldur? Já, bara eins og ég segi, við vorum andlausir í öðrum og fjórða og þá erum við bara liðlegir. Það gengur bara ekki nógu vel og því fór sem fór og það er ekki í boði á móti svona góðu liði eins og Njarðvík. Núna vinnur Þór og Valsmenn, nú fara þannig nært í hælana á okkur. Þið ætlið ykkur væntanlega, ég þarf ekki að spyrja það því, þið ætlið ykkur væntanlega að halda hið minnsta 8. sætinu, þið ætlið ykkur úrslitakeppni. Já, það er alltaf planið fyrir hverja leiktíð að fara alla leið og skilur bara hvaða klúbbi sem er, en við erum alls ekkert að pæla í hverjir eru fyrir neðan okkur, við höfum nóg með okkur sjálfa að pæla í hvað við getum lært og gert betur, þannig að bara plúsa á Þorlákshöfn fyrir að vinna Val í kvöld og bara við höfum Tindastól á 50daginn næst. Við höfum bara að fara heim og gleyma þessum leik og fara svo bara að pæla í Tindastól, þannig að bara, næsta verkefni. Svona eins og þú segir, kannski dálítið andleys inn á milli og þið getið ekkert leyft ykkur það, þið verðið að vera 100% allan tíman eða ekki? Já, bara, það fleytir þig svolítið langt, ef þú ert með læti og talandi og svona, þú kemst svolítið langt á því í þessari yndislegu íþrótt sem við elskum öll, þannig að það vantaði bara of mikið hjá okkur í dag, þess vegna töpuðu við fyrir Njarðvík. Flott, takk.